Komið sæl, sjáum á gervitunglamyndinni að það er nú ekki mikið í gangi svona kringu landi nema þá að við sjáum hér að það eru stöku él hér suðvestur af landinu sem að þokast aðeins nær núna í kvöld og nótt og það gæti svona eitthvað snjóað úr þeim í kvöld en á ekki að verða neitt úr þessu að ráði. Síðan svona einhver drag hér sem myndast við suðausturströndina sem að gæti snjóað úr. Annars var meinlastöður á landinu í dag, það voru stöku él fyrir norðan, snjóa nú ekki mikið, mest úrkoma mældist 2 millimetrar Ólafsfirði og víða var bjart og fallegt vetrarveður sunnan heiða. Og þetta þá stóra myndin, það við erum svona milli lagða en þessi lagð hér á vestanverðu Grænlandshafi þokast aðeins nær með élin svona beinist til okkar og svo það þessi lagð hér sem eru víðáttu meiri og kemur upp á landi hér, kemur nær okkur skulum við segja milli Íslands og Skotlands og beinir þá svona aðeins austlægari áttum til okkar og þá má alveg reikna með því að það ná að létta til fyrir norðan. En þessi hér lagð sem við Nýfundnaland, hún mun dýpri og kemur við sögu á þriðjudag, miðvikudag og það mun hlána skyndilega hjá okkur. En fram að því þá erum við í köldu lofti og það verður frost meira og minna næstu sólarhringana og talsvert jafnvel í nótt þar sem hægur vindur víðast hvar og gæti létt til. Við sjáum í þessa hlýju tungu sem að svo nálgast landið og þá breytist hjá okkur staðan talsvert. Og á þriðjudag, miðvikudag. En við skoðum svo þróunina svona í kvöld og nótt og fram á morgundaginn að þá gæti brotnað upp í skýjahulinni víða á landinu en það verður hér svolítið skýjað hér á Suðausturlandi allan tíman meira og minna en þegar líður á morgundaginn þá þykknar aftur upp fyrst suðvestanlands en einnig vestanlands og en fyrir norðan víða bjart. Það verður nú líklega samt háskýjahula yfir þessu en sjáum að það er kalt í veðri, það svona helst síðst þá sem að hitinn fer upp fyrir frostmarkið og við sjáum að það er svona úrkoma í dragi hér við suðausturströndina og svona snjóél eða slydduél. En þegar líður á morgundaginn þá eru svona éljabakkar sem gætu komið inn á Reykjanesið og jafnvel Snæfellsnesið. Sjáum það hér, bláu blettina sem að fara yfir. En það verður svo úrkoma meira í skilum suðvestan við landið sem myndast og svolítið afmarkaður snjókomubakki sem mun ganga yfir landið suðvestanvert og gæti snjóað talsvert úr þeim sérstaklega framan af en svo trosna þau yfir landið og verður minna úr úrkomunni svona eftir því sem líður á mánudaginn og gæti snjóa samt nokkuð svona í heildina úr þeim og jafnvel á höfuðborgarsvæðinu einnig en norðan og austan til á landinu þurrt og jafnvel nokkuð bjart hér á Norðurlandi. Og það verður nú frekar meinlaust veður svo þegar líður á mánudaginn en við sjáum í næstu skil sem koma við sögu á þriðjudaginn verða nú ekki komin almennilega upp að landi miðjan daginn. Nokkuð meinlaust veður framan af sjáum að geti jafnvel orðið bjart hér fyrir austan en vindáttin verður suðlægari svona þegar líður á þriðjudaginn og vaxandi suðaustan af svo seinni partinn og jafnvel að það fari að rigna suðvestanlands byrjar líklegast sem slydda snjókoma en síðan rignir fljótt í þessu. Skilin fara nokkuð ákveðið yfir og það hlýnar talsvert í þessu þannig að það verður hláka á landinu og sjáum að hitatölurnar eru orðnar ansi háar á miðvikudaginn og rigning á öllu landinu. En ég ætla að fara hérna snöggt í Evrópu. Það stífar vestanáttir víða norðan til úrkomusvæði sem gengur yfir miðbikið og við erum með rigna í Frakklandi og Bretlandi. En
nokkuð hlýtt, víða mjög hlýtt Balkanskaganum og sunnan til í álfunni, fínasta veður og hæðar hryggur hér yfir Íberíuskaga og fallegt veður. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.